ætlum þá að fara yfir eina módelskák í drottningarbragði. Þessi skák frá árinu 2007. Hér eigast við Rustam Kasimdzhanov sem er fyrrum heimsmeistari í skák og með svart Tomas Kulhanek. Og byrjunarleikirnir í drottningarbragði eru D4, D5 og C4. Og við sjáum að hér hvítur strax að fórna peði. Svartur getur drepið þetta peð, það kallast móttekið drottningarbragð. En hugmynd hvíts með þessari peðsvörn er einfaldlega að ná tökum á miðborðsreitunum. Hvítur á marga góða möguleika hér, hann getur meðal annars tekið miðborðið strax með að leika E4 sem hóta C4 peðinu. Hann getur líka leikið riddari F3 og reynt að vinna peðið tilbaka seinna með að leika E3. Enga síður móttekið drottningarbragð vinsæll möguleiki fyrir svartan og býður svartum upp á að fá ágæti stöðu. En leikurinn sem svartur leikið þessari skák sem E6 er mjög algengur og hér hafnar svartur eiginlega að taka peðið hvíts og ákveður að tefla bara býsna traust. Hér leik Kasimdzhanov riddari C3, svartur svarar því með að leika riddari F6 og þá drap hvítur hérna á D5. Það skýrir svolítið línundar á miðborðinu strax. Annar möguleiki var að leika riddaranum á F3 eða biskupnum á G5. Og eftir E-drepi D5 þá leik Kasimdzhanov biskup G5. Og hugmynd hvíts í þessum stöðum er að leika E3 og opna fyrir biskupnum sem geti staðsett sig á D3. Drottningin fer oft á C2 í framhaldinu og riddarinn ýmist á F3 eða á E2. Plan svarts er að styrkja miðborðið strax með að leika C6 og hann vill yfirleitt hafa biskupinn svona E7 og hrókara stutt. Svarta staðan getur oft verið mjög traust hér og báður eiga góða möguleika hérna. Hér leik Kasimdzhanov strax drottning C2 og sá leikur er hugsaður til þess að stoppa svartan í að staðsetja biskupinn sinn á F5 þar sem hann getur staðið vel. Svartur leik biskup E7 og hér kom E3, stutt hrókun og biskup D3 hjá hvítum. Hér sjá hvítur strax með beina hótun, hann hótar að drepa á F6 og taka peðið á H7 með biskup. Þannig að svartur leik riddari B til D7 og valda riddarann sinn. Er svo tilbúin til þess að drepa tilbaka með riddara ef að hvítur fyrir uppskipti á F6. Heldur valdi á H7 peðinu. Og hér leik hvítur riddari F3. Annar góður möguleiki fyrir hvítan í þessari stöðu er að leika riddaranum á E2 og þetta er meðal annars leið sem að Garri Kasparov fyrirverandi heimsmeistari hefur telt með góðum árangri. Hugmynd hvíts í þessari leið er að hafa riddarann ekki fyrir F-peðinu og við sjáum að eftir hrókur E8 sem er eðlilegt framhald fyrir svartan og stuttar hrókun þá getur hvítur leikið F3 og svo seinna reynt að tefla upp á E4 eftir sem að undirbúning. Staðsetur hrókin sinn fyrir aftan miðborðspeðin og þegar hann er að leika E4 og ná tökum á miðborðinu hefur hann yfirleitt mjög góða stöðu. En riddari F3 er önnur leið sem að hvítur á. Gríðarlega traust og gríðarlega vinsæl. Það nefna það bara að drottningarbragð hefur árabil verið ein vinsælasta byrjun sem hefur verið í boði og mér er að segja í mörgum heimsmeistaraeinvíum í gamla daga þá voru nánast alla skákirnar teldar í drottningarbragði, bæði með hvítu og svörtu. Svo vinsæl var þessi byrjun. Meðal annars í heimsmeistaraeinvíum Garri Kasparovs og Anatoli Karpovs voru mjög margar skákir í drottningarbragði og svo líka í heimsmeistaraeinvíunum hérna áður fyrr. Nú kom hrókur E8 hjá svörtum og þessi leikur er hugsað til þess að rýma F8 reitin fyrir riddarann þar sem hann heldur áfram valdi á H7-peðinu og opnar þá fyrir hvítirdabiskupnum. Nú kom góður leikur hjá hvítum sem er H3, talin verið besti leikurinn í stöðunni. Þetta er svona fyrirbyggjandi leikur bara til þess að taka reiti af hvítirdabiskupnum þannig að hann komist ekki á G4. Í sumum tilfellum vill svartur ná uppskiptum á svartardabiskupnum og getur þá jafnvel farið með riddarinn sinn á G4 líka eða E4 eitthvað slíkt. Þannig að H3 valdar mikilvæga reit. Nú kom biskup E6 hjá svartum. Aðrir möguleika fyrir svartan í þessari stöðu til dæmis þessi leikur riddari E4 sem að léttir aðeins á stöðunni. Nær uppskiptum á mönnum. Hér sjáum við að hvítum má alls ekki drepa á E4 með riddara. Þá drepur svartur tilbaka með peði, hótar auðvitað biskupnum á D3 og riddaranum á F3. Og ef að hvítur reynir að skjóta þessum leikinn biskup drepur E7 þá drepur svartur tilbaka með drottningu og heldur valdi á E4 peðinu sínu og vinnur mann. Ef að hvítur drepur á E4 þá drepur svartur auðvitað biskupin á G5 og er manni yfir. Annar leikur fyrir hvítan eftir riddari E4 er biskup drepur E4 en þá getur svartur drepið hérna á G5 og eftir að biskupin bakkar á D3 þá getur biskupin hörfað á F6 og svartur stendur nokkuð vel. Þriði leikurinn fyrir svartan eftir H3 er þessi leikur hérna G6 sem byggir á nokkuð djúpri hugmynd því eftir til dæmis hrókur A til B1 þá
þá getur svartur leikið riddari E6 sem hótar biskupnum á G5 og ef hann bakkar á H4 þá getur þessi riddari farið á G7. Og hugmyndin með þessu skrýtna ferðalagi riddarans er að ná uppskiptum á hvítriddarbiskupunum með biskup F5 og ef við horfum aðeins á peðastöðuna þá sjáum við að þau uppskipti eru hagstæð fyrir svartan hér vegna þess að hann er búinn að stilla flestum peðunum sínum upp á hvíta reiti eins og við sjáum og hvítriddarbiskup rekst á í þessi peð. Svartriddarbiskup svart er þess vegna mikilvægari, hann á meira rými á milli peðana þannig að uppskipti á þessum biskupum, hvítriddarbiskupunum væru svartum í hag hérna þannig að þetta er ágætis möguleiki fyrir svartan. En svartur valdi sem þennan leik biskup E6 og hvítur leik þá hrókur A til B1. Þessi leikur er dálítið mikilvægur í þessu afbrigði. Hugmynd hvíts með þessu er að bruna af stað með B-peðið sitt. Og það sem að hvítur gerir hér, meðal annars í þessari skák, er einmitt að leika þessum B4 leik og þetta kallast minni hluta árás, þar sem að hvítur er með 2 peð hérna sem að sækja gegn 3 peðum svarts. Og plan hvíts er einfallega að ýta peðinu alla leið yfir á B5 og mögulega fara í uppskipti á C6 og skilja svartan þá eftir með bakstætt og veikt peð á C6. Svartur leik núna riddarinn tilbaka á D7 til þess að leitast eftir uppskiptum á biskupum og Kasimdzhanov hörfaði með biskupin svona F4. Þá kom riddari B6 á svartum og núna B4 og við vitum að þetta peð er leiðin til B5. Svartur leik þá biskup D6 enn og aftur til þess að reyna að ná uppskiptum. Hún drap hvítur á D6 og eftir drottningdreipi D6 þá kom B5. Hugmyndin eins og ég segi er að ná uppskiptum á peðunum á C-línunni og búa til einhverja veikleika hjá svartum. Svartur leik núna C5 sem að breytti stöðunni svolítið í framhaldinu. Hann hefði getað drepið á B5 en hvítur fær mjög góða stöðu þegar riddari dreipir B5. Og ef drottningin hörfar til dæmis á E7 þá getur hvítur drepið hérna á A7 og riddarinn verður valdlaus á B6 í framhaldinu. Ef svartur leikur drottningunni sinni niður á D8 þá getur hvítur leikið drottning C7 og hefur töluvert betur stöðu. Sjáum að eftir riddari C7 sem verðist hóta báðum hrókunum þá getur svartur leikið hrókur C8 og þá yrði hvítur að fara í uppskipti hér á E6 hótar þá drottningunni en svartur getur drepið tilbaka með hrók og hefur þá létt töluvert á stöðunni sinni og stendur ágætlega. En eftir B5 kom C5 og þá drap Kasimdzhanov á C5 og eftir drottningdreipi C5 þá staðsetta riddarinn sinni hérna á D4. Þetta er góður leikur hjá honum, hann blokkarar D5 peðið, svartur er með stakt veikt peð á D5 og það er alltaf gott að geta staðsett riddari fyrir framan stakt peð vegna þess að hann lokar bara peðum fallega af og kemur veg fyrir að svartur geti skipt upp á þessu peði og losa sig við veikleikan sinn. Nú kom hrókur A til C8 og hrókur B til C1 hjá hvítum. Hvítur vill ekki leika hrókur F til C1 í þessari stöðu. Hrókurinn hefur skila sínum tilgangi á B-línunni og þess vegna fer Kasimdzhanov með hann á C1 og ætla þá að hafa hinn hrókinn sinn á D1 þar sem hann getur mögulega sett pressu á D5 peðið í framhaldinu. Nú kom biskup D7 hjá svartum og drottning B1. Drottningin fór tilbaka á D6 og núna riddari C til E2. Þessi riddari gæti verið á leiðinni á F4 þar sem hann setur pressu á D5 peðið. Svartur leik núna riddari C4 og þennan riddari vill hvítur alls ekki drepa því það myndi hjálpa svartum í að laga peðastöðunum sína og flytja staka peðið á D5 yfir á C4. Þess vegna leik hvítur bara hrókur eftir D1 og þá kom riddari E5. Svartur er svolítið planlaus í þessari skák. Það er erfitt að finna einhverja haldgóða áætlun en áætlun hvíts er einföld. Það er bara að stilla mönnunum upp og hóta D5 peðinu. Nú kom hrókur dreipi C8 og biskup dreipi C8 og biskup C2. Hugmyndin með þessum leik er að flytja biskupinn yfir á B3 til þess að auka pressun á D5 peðið. Nú kom riddari E til G6 og biskup B3 og riddari E7. Sjáum að svartur er að reyna að halda valdi á D5 peðinu sínu en mennirnir hjá svartum standa frekar illa í þessari stöðu. Nú kom riddari C3 og drottning E5 hjá svartum og þessi leikur voru mistök vegna þess að hvítur á skemmtilega fléttu í framhaldinu. Skárri leikur fyrir svartan hefði verið biskup E6 til þess að halda valdi á D5 peðinu en eftir drottning D3 hefur hvítur mjög þægilega pressu á D5 peð og eins og ég segi svarta staðan er frekar passív og hann er hálf planlaus hér. Hann getur voða lítið gert annað en að valda D5 peðið sitt. En eftir drottning E5 þá kom skemmtilegu leikur hjá Kasimdzhanov, hann bara einfaldlega drap á D5. Eftir riddari dreipi D5 þá hörfaði með riddarinn sinn á F3, hóta drottninguna á E5
og riddaranum á D5 bæði með biskuparhúk. Þannig að hér hefur hvítur unni peð, og mjög mikilvægt peð, miðborðspeð. Svartur reyndi að berjast áfram með að leika riddari G6 og þá flutti Kasimdzhanov hrókinn sinn yfir á C-línuna og þá tilbúinn að reyna að brjótast í gegn með hrókur C7 og leggur jafnframt svolítið lúmska gildru fyrir svartan sem svartur fellur beint í hér. Svartur leik hérna drottning D6. Skárri leikur hjá svartum hefði verið drottning D8 en þá getur hvítur leikið drottning B3, hóta peðin á F7 og hefur gott frumkvæði og auk þess peð yfir. En eftir hrókur C1 og drottning B6 þá kom önnur skemmtileg fórn hjá hvítum. Biskup drepur F7 skák, kóngur drepur F7 og hrókur drepur C8. Og hugmyndin með þessu að þegar svartur drepur tilbaka á C8 sem hann gerði, þá kemur skák hérna á F5 sem vinnur hrókinn tilbaka og hvítur hefur þá unnið eitt peð til viðbótar. Nú kom kóngur E7 og drottning drepur C8. Svartur drap þá peðið hér á B5 og Kasimdzhanov skákaði á C7. Sjáum að hann, ef kóngurinn fer eitthvað í burtu þá fellur peðið á G7 þannig að kóngurinn fór á F8 og þá kom skák hérna á B8 og þá vinnur hvítur peð tilbaka hérna á A7. Og hér bara gafst svartur einfaldlega upp. Sjáum að svarta staðan mjög erfið eftir drottning drepur A7. Hvítur tveim peðum yfir með mjög trausta kóngstöðu. Hvíti riddarinn á góðan reit hérna á D4 og það mjög erfitt fyrir svartan að verjast hér. Þannig að þetta var falleg skák í drottningabræði. Eins og ég segi, drottningabræði mjög vinsæl byrjun, býður upp á marga skemmtilega möguleika. Í þessari skák valdi hvítur að stilla riddarinn sínum upp á F3 en hann hefði getað haft hann á E2 og reynt að tefla upp á það að ná miðborinn í framhaldinu með að leika E4. En í þessari skák teldi hvítur upp á þessa svokölluðu minni hluta árás sem hófst með þessum leik hérna hrókur A til B1 með hugmyndinni B4, B5 til þess að búa til veikleika hjá svartum á C6. Takk fyrir þetta.